halló. Það crazy. Hvor megin? Ekki Crownless og Dan? Jú, Crownless og Dan. Hann vinstra megin. Heyrðu, það gott. Þannig verðum við beint í þetta. Loser quarterfinals, Soul vs. Soul. Beint inn í. Blár, Red vs. Blue. Já, nákvæmlega. Hérna, Crownless ég kannski set það á skjáinn líka kannski, bara svona upp á, hérna, til þess að fólk átti sig á hvori hvað. Já, það smart. Herru, Crownless greinlega með air combos, ok. Wake Up DP alltaf klassist, sko. Svona. Þannig að núna veit fólk hver hvað. No! Bara Wake Up slow. Já. Okay. Standa sér mjög vel hérna Crownless. Nei, gott þarna. Veit á þessu. Líður inn í... Leiðilegt DP þarna. Hey, hairdrow. No, hoppar yfir på handkrappið. Vel gert. Nei, hún er ekki að pika upp en superið er hann á. Já, hann hittir því svo sannarlega. Hann lifir. Heyrðu, þeir eru báðir lifandi. Nei, oh Þetta var my næstu íbúðan á því. Oh my god, ok. Hérna, Dan 50 tekur fyrsta round. Við erum eftir búin að sjá Woost Bobbin. Það var svo stuttur leikur og ég var búin að gleyma að það var komið ný leikur. Já, nei, næri ekki kampúni frá næstu. Ok, backthrow. Það er alveg með almennlegt reyn. Gott defense hérna hjá báðum. Bara stólinn það. Nei, Crownless náttúrulega spila mikið Soul í Strive, veit ég. Já. Ég er ekki alveg viss hversu mikið hann við spila hann í Axel. Greinlega eitthvað smá. Já, vissulega. En spilar aðalega Slayer. Það mikið sem ég, af því sem ég veit. Nei, samt sem aður stendur sér mjög vel. Þeir eru samt mjög jafnir, sko. Jú, en hvað er það? Þannig að lóðinu á hann. Og með burst líka til þess að geta nýtt sér það. Dan er með rosa mikið tension. Hann er ekki alveg að klára þetta. DP. Superið hérna. Inn í superinn aftur, sko. Já. Og Dan tekur fyrsta leik. Dan fyrsti leikur, sko. Maður þarf bara að vera að búast við því að hann sé að fara að gera superið þetta, sko. Já. Sama hvenær. Heyri hér, kæmtist þegar lektið. Já, þá var hann komin í Slayerinn aftur. Beint í Slayerinn aftur. Og I respect it. Já. Ég er alveg fæðan að Slayer í þessum leik. Kannski aðalega því ég spila hann ekki, mikið. Það málið. Slayer er mjög skemmtilegur að horfa á. Já, ég skal alveg vera sammála því, sko. Það er mjög gaman að fylgjast með Slayer, sko. Heyrðu bara í Slayer Mansionið líka. Homecourt. Heyrðu. Þetta var akkurat eins og svipað eins og hann gerði á hann. Hann byrjar bara í roundstart hérna DP. Já. Nei, menn ef það virkar þá er það bara að gegja. Ekki að... Þetta er neutral. Þetta er greinilega... Þetta er neutral leikur núna. Gott defense þarna tilbúin ef þetta vissi að þetta væri... Nei, hérna góðu þrói. Það var hérna vegginn. Góð stað, hérna... Heyrðu! Ekki að gera eitthvað út af þessu, en hann er mjög jafnir á lífi. Tension-metrun eins og það hjá Slayer er á rosalega góðum stað. Hann getur nýtt sér þetta. Nei, annar Danger Time! Slayer Danger Time er bara... Wow! Ok, halló. Reynda hann á að gera eitthvað þarna, en... Ekki einasta hitt, þarna kom eitt. Það er bara, þetta var mjög minor Danger Time þarna. Bara alveg eins og... Heyrðu. Já, nær andægirinn. Er það búið? Já, hægnastu. Fyrsta rándinu hérna, eftir að skipta. Dan átti burst, en hann vildi örugglega bíða með það. Já. Nei, það þýðir ekki að nota burst ef maður er svona low health. Það er bara að deyja hvað sem er eftir 1 minúti.
Það er auðvitað uppáhaldsmóðið mitt hjá Slayer þegar hann sparkar með fætnar og segir svona Já, þarna þegar hann hérna dundrar í gólfið og kemur svona niðurvængir upp úr flott hérna Ég glemdi hvað hérna það heitir múfið skýst áfram Já, pælvangur Nei, hann hérna Slayer, shit maður, nú erum við bara að glefa því Það er pælvangur og mappa hann og það er svoleiðis Já, mappa hann, það var það sem ég hugsaði Það er svo fyndið að Parently heitir að mappa hann af því hann segir map hann okay. gera það svo hratt þannig að það verður bara eitt orð En þarna er þetta Heyrðu Fyrsti leikur á Crownless núna hérna 1-1 Við fáum beint í næsta, jú, beint í leik 3 hérna Það er ok, nærma gott kombo hérna, vá, gott damage líka á þessu komboði hérna Já, einmitt Air-kombon í þessu alveg helviti góð Já, einmitt og ég nú ekki sé nóg mikið að fólki nota dustið einmitt sko en þau eru gera hún yfirleitt alltaf þó nokkuð mikið damage Nei, speaking of Heyrðu, hann samt á að beita burstið þarna og það var alltaf plus og sjá þetta damage, oh my god bara náði að taka meira undan lífinu hans hann er ekki alveg að halda áfram en super hérna with Nei, wow commentator curse ég held hann var að fara að vippa þessu hann drefur samt já Þetta var flott flottur, vel gert ok hérna DP-ið Crownless verðist alveg hafa hugmyndir hvað hann á að gera í þessum matchupi já, alveg klárlega Þarna flottur, nær honum í hotnið nær honum þarna hittar hann úr eyrunu loftinu hann er samt að jafna lífið örlítið en hann er náttúrulega með bara brjálaðan metir hérna Nei, hann bara fór undir jabin No, 6-speed Wow. Nær hérna, eða smá meter þarf ekki að eða miklu super hérna, er þetta nóg? Ekki alveg nóg til að drepa og það var super tilbaka Hann blokkaði þetta Já, hann bjóst við þessu, ok Það er ótrúlegt Final round hérna í leik 3 Þeir eru mjög jafnir No Mjög passífur Soul, verð ég að segja Já, akkurat Mjög mikið að blokka Ég held að sé líka að reyna að passa mitt upp á það þannig að veit að Slayer gerir alveg ruggla damage þannig að hann er kannski reyna að reyna að passa sig á því nefnitt að lendi ekki of mikið í að passa aðeins að standa sig í vörnum sig Jú, einmitt, það er auðvitað rétt En Soul er með burstið hérna þannig að ef hann lendur í vanda þá getur hann notað það Overheadinu er ekki gerand með það en þeir eru báðir líka með burst ef að styrkina þess þau eru við Crownless með örlítið meira Ok flottur Wow Það er bara, það er chipið og þarna er þetta, ok, 2-1 Crownless komin á set leik hérna Já, það er bara einn menn beint í resetið Þetta er pælingin hjá þeim No Nei, gott manni flottur Nei, gott back throw, wake up Nei, hoppar yfir command-grabbið Já, bursta hann bara inn í horninu aftur Blokka burstið Já, þarna Nei, og það það virkar líka bara það er ekkert annað á milli tveggja höggana ég hefði beðið okkur til að seinna höggi verið búið til þess að hendur sinni en hann, nei, hún er hann vil bara garantía já, akkurat en þeir eru samt sem aður mjög jafnir ennþá, þó þetta kom inn Húruð með burst Steinu metrinu hérna ok set round á Crownless Það er svo fyndið að sjá að þessi leikur er líka með svona mash moment. Það er svona það bara mash að komast úr hitstall. Já. Það er náttúrulega ekki lengur.
mikið þannig. Nó! Æ, follow up á þessu. Já. Ok, komið hann í hotnið. Það er að standa sig vel hérna. Flottur. Gott. Smá að komast í offensi hérna, akkurat, canceluð hérna. Nei, ég held að hann hafi ætlað að reyna að koma að vegna aftur en náði því ekki. Dan er með life lead hérna, en hann er ekki með burst, en hann er með rosalega tension. Spurning hvort hann er að nýta sér það, burstið farið núna hjá Slayer. Er hann hoppað yfir? Hann hafði svo sannlega hoppað yfir. Wow. Grabbið. Nú þarf hann að gera eitthvað gott. Nei, það getur verið að þetta sé búið. Nei. Slayer komin inn í hornið. Nei, heyrðu, ok, side-swapið. Kombo frá þessu. Hann er alltaf að búa sig að hann sé nógu náður til þess að geta gert það. Hérna, það sem hann stampar í jörðina. Það er þetta! Ok, og Crownless tekur þetta 3-1. Bara... Þetta var nú flott, sko. Já. Crownless heldur áfram í loser semifinal. Og næsti leikur er bara, já, Egill og Ómar. Það er Egill aftur. Að henda Egill úr hérna.